Í þættinum í kvöld kynnist við atvinnukylfingnum Ólafi Birni Loftssyni, Ragga Sig kennir okkur fleiri punktaæfingar og við lærum hvernig flýta má leik. Aðeins minna góður bolti, en áfram. Áfram gott. Herðu Venni, nú þurfum við aðeins að kíkja á þetta. Já. Það er bakið. Það er fettan í bakinu. Já. Já. Nú ætlum við að taka æfinguna sem við vorum að tala um í gærmorgun og halda áfram með hana. Í gærkvöldið, meinarðu? Herðu, það er mjaðma, við ætlum að losa okkur við fettuna í bakinu og rétt úr bakinu. Já. Og við ætlum að taka hérna, þessa hérna, veistu? Já. Og svo á. Þessi hérna? Já, þessi, já. Þessi, góður. Og fyndu núna hérna spennun í bakinu. Já, bara, þú veist, bara leið og ég kemur hérna upp. Já. Það kemur hérna niður hrygginn. Ok. Herra minn. En hvernig lítur þetta út? Það er almálið. Þetta lítur vel út. Þetta er glæsilegt. Glæsilegt. Herru, stillum okkur upp núna. Já, byrju, ég er ekki alveg búinn. Ok. Ok. Og það sigardu. Og boltastaðan er góð. Já. Staðan er fín. En þá þurfum við að halda áfram í sveifluvinninni. Og við ætlum aðeins að takla aftursveifluna núna. Ok. Þannig að ef þú kemur þér í stöðu, þá tekur bara stöðuna sem Helgi var að fara yfir. Já. Þá er mikilvægt að við áttum okkur núna á því. Þetta er já, flott. Allt klárt. Já. Að í aftursveiflunni, þá erum við ekki að fara hérna. Taka kilona hérna í þessa hreyfingu. Þetta erum við að reyna að finna þegar kiloni meira að fara upp í loftið. Þessa stöðu. Já. Og svo ætlum við að snúa öxlunum. Koma við hérna. Flottur. Aftur. En þetta er alveg fáránleg sveifla. Já, en við gerum þetta í samfelldri hreyfingu. Hérna. Já. Og þessari stöðu, byrju hérna. Hérna ætlar að finna olnbogarnir sem að þrýstast inn. En ekki eins og við höfum verið að gera svolítið að fara hérna út. Já, já. Skilurðu muninn? Já, já. Aftur. Það er hérna upp. Olnbogarnir að þrýstast inn. Og svo erum við að snúa öxlunum. Og hérna? Gefum okkur þessu stöðu. Ok. Hvernig er þetta? Já, hvernig lítur þetta út? Virkilega glæsilegt. Snýst allt að líta Það lúkkar vel, já. Kontaktur. Og svo er það hann. Það er eiginlega loftið. Það er hann á milli, sko. Nóðu henni, hann er þessi. Óni. Balli. Jæja, Vinni. Nú ertu búin að vera í skólanum. Já. Alveg fjölmarga daga. Já. Og veit að þú ert búin að bæta þig helling. Staðið sér vel. Já, ég er búin að heyra nemendurnar, golfkennara nemendurnar tala um það. Það er gott að heyra. Já. Það er gott að þetta er heiðarlegt fólk. Ógeðslega stoltur á hann. Er það ekki? Jú, ég Þú ert búin að vera eldan svolítið. Já, algjörlega. En ég sá ástæðu til þess að bjóða þér, ég býð ekki öllum sko, á uppáhaldsvöllinn minn. Já. Og ef við horfum þarna upp yfir, þá sjáum við til dæmis fólki sem er að slá þarna á 18. teig. Þetta er teigurinn. Þetta er teigurinn 18. Og þarna mun sko spurt að leikslokum. Ég held að veri þyrlupallur. Já. Hérst að þetta var í fjallgöngum en... Það grípast. Ok. Já, við reynum þetta bara. Það ekki? Það verður keppni. Það verður keppni. Já. Stöðlega. Og þú færð að vera með. Já, takk fyrir. Gaman. Yeah, all I got to do, and all I want to do, and all I got to do is walk into the sun. I spent too much time concentrating on the negative, where I became irrelevant. My mind stays too sensitive, and I just had to smile just for a moment, 'cause I've been way too tired of this commotion on my mind. Life is way too precious to hold it back with little insignificant differences. I'm too grown for that, I know that, and I hold it back. No time left in this life, so go and get over that. You know I got to do, you
Walking through the sun. All I got to do, and all I want to do, and all I got to do, is walk into the sun. I've been in a place in my life where nice things never came, love was quite scarce. And I've seen through the darkest of nightmares, so feel so lifeless, and I know that it is fine. And yes, here we are, there you are. Don't forget you came so far, and everyone that left you off, they can say goodbye. Finnur, þetta ekki gefið? Nei, við látum við klára þetta. Þú voru að vinna fyrir sig sjálfur. Ég er mestu ég að stressaður á hann. Thank you. Reddygolf má segja sé kannski bara þessi hugmyndafræði að vera tilbúin þegar þú ert að spila golf og spila golf ákveðið, reyna að spila hratt og að hringur í taki einn stuttan tíma og hægt er. Þetta er eitthvað sem allir kylfingar kannast við, að hringi geta tekið langan tíma og það er lítið hægt að gera nema að sé svolítið samstillt átak í því hjá þeim sem er að spila. Já. Þetta kemur strax eitt atriði sem er gott að nefna og það er að ráshópurinn þarf að vera vakandi þegar hvor annar er að slá og nú meðan þú slóst þá var ég að fylgjast með, ég horfði á boltann og ég veit að þessi er farin í fjöru. Farin í fjöru, þá þurfum við ekki að... Nei, og við getum sagt sem svo strax að það er kannski einhver smá möguleiki hans inni en maður myndi strax segja taktu vara. Þessi er ekki týndur. Þannig að það er þó ekkert annað að gera fyrir því en að spila varaboltanum, þú fylgir hans í leik og nú erum við hérna aðeins á sitthvoru stað, þú ert hérna og ég þarna. Já. Og nú skiljast liðir. Það sem er kannski mikilvægt að gera núna er að þú ert að koma á boltanum, að þú byrjar að undirbúa höggið í huganum. Huglega hvaða lengd er þetta sirka, hvaða kylfu er líklegt að ég sé að fara að nota. Já. Þannig að þegar þú kemur að boltanum þá sérstu komin á stað í því með undirbúningi að slá. En lappir eitt á boltan og eigir þá verður alla vinnun eftir. Aðeins þarna vinstri. Það er náttúrulega bara mjög mikilvægt að staðsetningarnar kerrunum passi við hvar er næsti teigur og hvar þú ferð af flötina. Þannig að við erum að koma hérna, næsti teigur er hérna vinstrumegin við. Þannig að hérna er raun og verið langstyrst fyrir okkur að rölta strax með settið okkar og setja það tilbúið fyrir leik á næstu braut. Ekkert að þessu. Í reddygolfi þá klárar maður svona pút. Gott val. Við súmurum þetta upp, þá er það vinnur og félagar sem ætla að skella sér í golf. Þeir koma sér saman það að spila reddygolf og þá er þetta regluna sem við erum búin að fara í gegnum og aðalega kannski þá væntanlega hugafarið að eins og talar vanaferlið sé í lagi. Vanaferlið sé í lagi, sá sem slær, ef þú ert tilbúin til að slá, þá slærðu bara boltan. Og þá bara stoppar hitt holið og býður að það er ekki endilega hver er næstur, að labba beint á bolta sinn og vera röskur að spila. Þetta er aðalatriðið. Nú er ég í smá vandræðum. Já. Einhver óvissa í gangi, hvort að þetta högg sé nægilega gott. Já, það eru vallamörk hérna hægra megin við stíginn. Þannig að við sjáum ekkert almennilega hvort hann hefur farið út af vellinum eða ekki.
Þannig að ég myndi taka varabolta til þess að þá flýta leik ef hann skildi vera úti eða þú finnur hann ekki. Og það bara góð regla, taka alltaf varabolta ef þú ert í óvissu? Já, ef þú ert hræddur að bolti sé týndur fyrir utan vatnstorfæru eða fyrir utan völlina þá er sjálfsagt að taka varabolta. Ef að boltinn hefði hins vegar farið hérna til vinstri þar sem að er hliðarvatnstorfæra merkt með rauðum hælum þá máttu ekki taka varabolta. Það má ég, þá ber mér að taka högg þar sem boltinn fór út. Já, þú getur slegið eftir á teignum en þá er það bara þriðja högg. Það getur aldrei orðið varabolti ef það er öruggt að boltinn sé inn í vatnstorfæru. Nú er komin upp sú staðaherður að ég fann hennar bolta sem ég var efins með og varaboltinn er dálítið lengra hérna braut. Ég verð að segja ansi freistandi að taka varaboltan, en ég má það ekki, eða það? Nei, þá værir að leika röngu bolta. Þannig að þú finnur upphaflega boltan, þú finnur hann innan 5 mínútna og þú finnur hann inn á vellinum og þar með er varaboltin ekki í leik og þú mátt ekki nota hann neitt frekar. Ólafur Björn Loftsson var hársbreidd frá því að komast í gegnum niðurskurðinn á Vindamótinu í Norður Karólínu árið 2011 en mótið er hluti af bandarísku PGA mótaröðinni. Þetta var náttúrulega bara ótrúleg upplifun. Það var náttúrulega rosalega gaman að ná að vinna sér inn sæti á þessu móti í gegnum sterkt áhugamannamót og þetta var svona frekar súrrealísk tilfinning svona í vikunni en á sama tíma þá leið mér bara mjög vel þarna og fannst mér ég eiga heima með þessum köpum og maður kannski passaði ekkert beint inn í þetta svona við fyrstu kynni þarna maður var að mæta þarna og það var hann að Valley Parking og maður var að bíða eftir bílnum sínum hérna sem kom skröltandi upp brekkuna hérna græni jettabílinn minn og á sama tíma voru allir hinnir á þessum já, bara mjög fínum bílum og hérna voru væntanlega að gefa þeim $20 í þjórfi og meðan ég var að skrabba smá klink. Ég var nú búinn að halda með mjög rólegum morguninn í uppbytuninni og það var í rauninni ekki bara fyrir en ég var svona komin yfir boltan svona þegar þetta fór svona virkilega að kikka inn og þannig að það var bara mjög erfitt en strax þegar svona ég var búinn með fyrstu hóluna þá náði ég að svona aðeins að róast niður og hérna ég held ég að fengi 4 fugla og 13 pör eftir það, þannig að það var svona mjög stöðugur hringur eftir fyrstu hóluna. Hvernig er bara venjulegt kvöld eftir svona dag? Það er rosalega skemmtilegt. Auðvitað settustu saman og borðuðu saman og bara fórum yfir daginn og þetta var náttúrulega bara eins og upplifa ævintýri. Pabbi Ólafs er Loftur Ólafsson en hann varð Íslandsmeistari í golfi árið 1972 en þrátt fyrir að golfbakterían væri í fjölskyldunni fékk hann ekki áhugann fyrir seinna. Ég fór oft með mamma og pappa út á völl þegar ég var krakki en áhuginn minn á þessum liðsíþróttagreinum, boltaíþróttum, fótbolti, körfubolti, handbolti, hann var bara aðeins sterkari og ég hafði bara meira gaman af því á þeim tíma. En svo svona, já, þegar ég var um 12 ára þá kviknaði áhuginn á golfíþróttinni fyrir svona alvöru og hann varð ekkert smá mikill. Ég lækkaði mjög hratt, ég fór held ég á fyrsta árinu mínu úr væntanlega í svona 14 í forgjöf og síðan var ég kominn á svona mínu öðru ári svona fyrir fullu þá var ég kominn í meistaraflokks forgjöf þannig að þetta gerðist mjög hratt enda eyddi ég líka klukkustundunum fyrir því. Hvernig karakter er hann? Óli hann er, hvað var að segja, hann er mjög einbeittur. Hann er svona, ef hann tekur sér eitthvað fyrir hendur, að þá hérna er hann alveg ákveðinn í að klára það vel. Og það er mikill metnaður í honum og hann sýndi það í náminu sínu líka, að hann var ekkert að slugsa þar, heldur fékk hann alveg mjög góðar einkunnir og var líka góður í golfið, þannig að þetta var svona samhliða. Þannig að hann, það er eiginlega alveg sama hvað hann tekur sér fyrir hendur, að þá er hann mjög ákveðinn í að ná árangri. Ólafur býr á samt kærustu sinni Hrefnu í Vesturbænum en keppir á skandinavísku Nordic League mótaröðinni en hún er leikinn frá febrúar til október ár hvert. Það er mjög mikil samkeppni og hérna mikið af rosalega flottum kylfingum að reyna að gera það sama og ég, skipa sér sess meðal þeirra bestu í heiminum en ég vil meina það að línan er þunn þarna á milli
Hvernig fjármagnir er þetta? Ég er með góða bakhjarla á bakinu. Ég er með sem sagt 4 fyrirtæki sem að mynda styrktarsjóðinn Forskot og þau sem sagt útdeila þarna fjármagni til atvinnukylfinga og þetta eru Icelandair, Eimskip, Íslandsbanki og Valitor og það er gífurlegur stuðningur frá þeim og þetta er svona forsenda þess að ég get eytt mínum tíma og kröftum út á golfvellinum. Sem stendur er Ólafur í 40. sæti af það bil 200 keppendum. Hvert sér hann stefna? Ég sé hann stefna hátt. Hann hefur alltaf gert það. Það er auðvitað hörku vinna og það þarf stuðning og við erum til staðar, foreldrarnir, hvenær sem er. Kletturinn í lífi mínu er náttúrulega kærastan mín, hún Hrefna og hún veit mér náttúrulega alveg ómetanlegan stuðning. Þannig að það skiptir mig gífurlega miklu máli, þannig að ég held að ég ætti í erfiðleikum með að gera allt þetta ef ég hefði ekki hana með mér í þessu. Og einnig að sjálfsögðu fjölskylda mín, mamma og pabbi og allir þeir sem eru að svona hjálpa mér í þessu með einum eða öðrum hætti. Þetta náttúrulega skiptir bara rosalega miklu máli að finna þennan meðbyr og fá þennan góða stuðning. Ég er svona þeirri skoðun að meðan ég elska golf eins mikið og ég geri og að ég hafi þetta gaman að þessu, að þá veit ég að ég er á réttum stað og á meðan ég hef þennan ótrúlega stuðning að þá er svona ekkert sem stoppar mig í að eltast við mína drauma. Speedgolf. Já. Hvernig líst þú á þetta? Mér líst vel á þetta. Þetta er spennandi. Búin að svona hugsa þetta aðeins? Aðeins og mikið. Ok. Hvað þýðir það? Það þýðir það að ég er hræddur að klúra þessu. Ok. Það er keppni okkur veldi sig, sko. Já. Og hvernig ætlarðu að leggja þetta upp? Heyrðu, ég ætla nú bara að dræfa hérna fram til brautinni, reyna að hitta grínið í 2 og 2 pút. Ok. Það er planið. Þú ert með eins og allir það má vera með eins mikið að kylfum og maður vill. Já. Og það er mjög misjöfn svona strategía manna í varðandi kylfuval. Já. Þannig að ég sé að þú ert með samt, sko... Já, fyrir eftir hvernig annað höggið. Hæbrita og læti. Driver, 6-shot, wedge, 8 og sandwedge. Já. Og pútur að sjálfsögðu. Svo sem vann í fyrra, Ólafur Björn Loftsson, hann var með einhvern helling af kylfum. Ég skildi aldrei hvað hann var að pæla en hann vann. Já. Þannig að það var ekkert hægt að væla í honum út af því. Nei. Þetta er ekki það þungteldur. Nei, þetta hægir kannski ekki svo mikið á þér. Nei. En ég segi bara, gangiði vel. Takk fyrir. Þetta var flott hjá þér. Já, þetta er frábært dræf. Já. Flott annað högg. Já. Og svo varstu bara skelfilega óheppinn að setja ekki fyrir fugli. Já, ég sá bara stjörnum, sko. Já, það? Algjörlega, sko. Þetta er alveg nýtt fyrir manni, svona speedgolf. Hvernig fannst þér þetta? Gaman. Mjög gaman. Já. Þetta er mjög skemmtilegt. Tíminn var vantarlega góður. Herðu, tíminn var nefnilega mjög góður. Tíminn var 2 mínútur 26:65. Frábært. Sem þýðir að þú ert á 7:26:65 sem bara tyllir þér á toppinn sem stendur. Já. Ennþá margir eftir þó. Já, já. En við sjáum hvað setur. Takk fyrir að koma. Takk fyrir það. Gaman að hafa þig. Takk sömuleiðis. Jón Rúnar Halldórsson, Hafnfirðingur. Uppáhaldsholan mín er 16. hér á Hvaleyrinni. Alltaf í logni.
Jón Rúnar 16. Hvers vegna? Já, það eiginlega svona að hluta til nostalgía. 74. Það herrans ár, yndislegt sumar, FH upp í efstu deild í fyrsta skipti, frábært. Að þá vorum við að vinna hérna við að byggja sem þá kallaðist nýju ísbjarnargryfjuna. Góðir menn. Við laumuðum okkur stundum í að spila hér golf, sem við þekktum náttúrulega ekki neitt. En mér fannst þetta spennandi og hérna blasir náttúrulega hafið við okkur og hér erum við svona útvörður Hafnarfjarðar, svo eins og við snúum okkur núna. Þessi yndislegi bær blasir við okkur. Hér útsýnið til allra átta. Allra átta. Jökullinn hinum megin. Jökullinn, Keilir og Hafnarfjörður. Við eigum samt svolítið vandasamt högg fyrir höndum vegna þess að vindurinn beint í andlitið á okkur. Og við þurfum einhvern veginn að finna út úr því. Hvaða járn ertu með, ég má spyrja? Ég nú svo borumbrattur að ég tók járn, 4 járn. 4 járn, ok. En auðvitað ef maður ætti að fara eftir skynseminni þá væri maður með eitthvað allt annað með veðrið. Ég tók 3 járn og við skulum bara sjá hvernig það gengur. Gjörðu svo. Er það ekki? Já, takk fyrir það. Þetta var nú ekkert upp á neitt rosalega marga fiska hjá okkur í dag, en bóki hjá þér og dobbul hjá mér, en það er alveg rétt, þetta er stórskemmtileg hola. Já, það er það og það er rétt, það var ekki kannski endilega veðrið var ekki með okkur, en við erum á Íslandi og er það ekki það bara það sem maður er? Það er bara það. Bóki spilari. Heyrðu, takk fyrir þetta. Takk að þér, gaman að þessu. Þetta er æfing sem ég kynntist á Evrópumóti kvennalandsliða eitt sinn fyrir löngu síðan. Og þá vorum við vinkonurnar að keppa, stóðum okkur mjög illa á fyrsta degi og komum okkur í slæm mál, lentum í erfiðum málum. Og þjálfarinn okkar, hann Sigurður Pétursson, hann sendi okkur út á æfingagrín og hann sagði þið farið ekki í mat fyrir þið eru búin með þessa æfingu. Og þetta er æfing með refsingum. Ég er hérna búin að setja upp 5 stöðvar og það eru 2 fet á milli. Þannig að ég er hérna með 2 fet á milli og það eru ákveðnar reglur okkur einustu stöð. Ef að ég klikka, þá þarf ég alltaf að byrja upp á nýtt og ég þarf alltaf að byrja upp á nýtt hér. Já. Sem gerir það verkum að ég er að púta aftur og aftur og aftur þessi litlu stuttupút og það kemur þessi pressuþjálfun af því ég má ekki klikka, alveg eins út á velli. En ég mæli með því að alveg sama hvaða kylfingur á í hlut, að þá séu reglurnar þannig á fyrstu og annarri stöð að allir boltarnir verða að fara í. Það er að segja 5 boltar í röð þarf að fara onni til þess að ég megi fara á næstu stöð. Akkurat. Síðan kemur stöð 3 og þá gæti ég haft það þannig að 3 þyrfti að fara í. Hér þyrftu 2 að fara í og 1 að fara í hér. Akkurat. En engin bolti má vera stuttur og engin bolti má vera það langur að hann fari í prikið þarna fyrir aftan. Þannig að þetta er æfing sem að þjálfur hann virkilega í hlutum sem er að gerast út á velli. Og það er rosalega auðvelt að læra að elska hana líka, af því að hún skilar svo fljótt árangri tilbaka. Nú fer þetta að vera flókið, sko. Já, 2 þurfa að fara á ný. Nei. Sæll, nú þarf þetta að byrja upp á nýtt. Af hverju? Þessi verður stuttur. Má aldrei vera stuttur? Aldrei vera stuttur. Ef hann er stuttur, þá á hann ekki séns. Fólk getur svolítið hannað, sem sagt kröfurnar sínar á seinustu 3 stöðunum eftir hvernig ástandið á kylfingnum er. Akkurat. Heyrðu, þetta er frábært. Við reynum að nýta okkur þetta. Þetta er skemmtileg æfing, en mjög krefjandi greinilega. Mjög krefjandi. Heyrðu, ljómandi. Takk fyrir þetta. Gangi ykkur vel.
Eimskipsmótaröðin heldur áfram af fullum krafti. Liðina helgi fór fram símamótið en leikið var á Hlíðarvelli í Mosfellsbæ. En þetta í fyrsta skipti sem mótaröðin fer þar fram. Heimamaðurinn Kristján Þór Einarsson lék best allra en þó þurfti bráðabanna til að skera úr úrslitin því Guðjón Henning Hilmarsson úr GKG lék feikivel alla helgina. Þeir leikur hringjana 3 á einu höggi við pari en Kristján vann með því að tryggja sér par á fyrstu holunni í bráðabanna meðan Guðjón Henning fékk skolla. Dagurinn í dag var mjög góður þó svo að ég hefði alveg getað tekið 1, 2, 3 högg betur. Mér fannst ég aldrei fara eitthvað á einhverja siglingu en ég náði einhvern veginn bara að koma á skorinu heim og saman bara. Hvernig var tilfinningin að sjá boltan sér núna fyrir parinu? Það var bara fínt. Þetta var alltaf í miðju hólu, stutt bútt. Nú ertu búin að vinna 2 móti í röð, það er smáþjóðleikarnir og núna símamótið, stóru mótið framundan. Ertu í stakk búin til að vinna fleiri mót og taka þetta allt saman? Já, ég finn alltaf inn í öll mót til að vinna þau og bara næsta verkefni það er Íslandsmótið í hólukeppni, næsta er líka á Akureyri og ég er ríkjandi meistari þar þannig að ég ætla klárlega að fara inn í það mót til að reyna að vinna það. Í kvennaflokki vann Guðrún Brá Björgvinsdóttir úr Keili nokkuð öruggan sigur. Hún lék hringina 3 samanlagt á 7 höggum yfir pari. Aðstæðurnar hérna á Hlíðarvelli í dag, voru þær erfiðar? Já, samt mun betur í dag heldur en í gær. Það var mun hlýrra í dag en það var náttúrulega vindur en þetta var samt allt í lagi. Nú eru stóru mótið framundan, Íslandsmótið í hólukeppni og svo sjálft Íslandsmótið. Ætlarðu að segja mér markmiðin fyrir þau mót? Ég held að allir séu með það markmið að vinna mótið og ég meina að þetta var bara gott mót svona fyrir það og ég er bara spennt fyrir þeim mótum. Helgina fer fram Íslandsmótið í hólukeppni en keppt er á Jaðarsvelli á Akureyri. Í næsta þætti kynnumst við Valdísi Þóru Jónsdóttur atvinnukylfingi, spilum uppáhaldsholu Ingu Maríu Valdimarsdóttur sem er á Costa Ballena vellinum á Spáni og höldum áfram að keppa í spídgolfi.